Núna ætla ég að búa til svona pipeline á Heroku og skoða hvernig það virkar. Þannig ég gerir hérna create new pipeline og ég ætla að kalla það webforritun CI og ég er búinn að tengja hérna við GitHub og ég ætla að velja hérna í webforritun organizationinu, velja hérna repo sem ég er búinn að búa til sem er með bara einhverju afskaplega heimskulegu projekti sem er allavega eitthvað sem við getum testað og gert eitthvað við og ég ætla að tengja það við hérna og ég ætla að búa til þetta pipeline. Þannig ég bý til pipeline og þá fæ ég hérna pipeline og ég fæ hérna fyrst eitthvað review apps, svo fæ ég staging og ég fæ production. Og staging er eitthvað sem ég ætla að búa til eitthvað app hérna, ég ætla að búa bara til webforritun CI staging, create new app. Þá er það buggur hérna í Heroku. Ef maður er búinn að skrifa þetta inn, þá segir hún að þetta sé ekki til, svona. Hérna á Evrópu, búinn til appið. Ok, og svo er þetta búinn að tengja þetta hérna og ég ætla núna að enable Heroku CI test runs. Gerum það hérna. Og þá er það hérna að kosta $10 á mánuði að vera með það. Ok, ekkert mál. Þá er hérna, sjáum við hérna hvað mun gerast í testun okkar. En þá erum við hérna komið með þetta staging app og við getum byrjað á því að bara deploya appin okkar úr þessu repository og til þess að geta búið til svona pipeline þá þurfum við að vera með app.json skrá sem er hérna og þetta er svona minnsta app.json skráin sem við getum verið með til þess að það virki bæði svona PR apps og CI en þetta er bara sem segir til stillir hérna stillir hvernig appið okkar á að keyra á Heroku að einhverju leyti. Þannig að við getum farið hérna og við getum sagt deploy og við getum sagt enable automatic deploys hér og svo vil ég deploya bara master. Þannig að þá keyrir þetta hérna. Ok, svo ætlum við að fara og við ætlum að búið til annað app hérna sem á að heita webforritun CI prod já, svona Europe búið til appið ok, þannig að hérna er þetta búið að keyra og ef við opnum þetta app þá er þetta ég ætla að vera ógeðslega góð hugmynd að búið til svona annarsstigsformúlur sem mann er bara eitthvað annarsstigsformúlur það eru fá þar með heiltölu útkomu er eitthvað ok, en hérna get ég sett inn fyrir annarsstigsformúlu og ég get leyst þar en nei, það er einhverja villur þannig að ég þarf að laga eitthvað hérna hjá mér það er villa en fyrst ætla ég að klára að setja upp umhverfið sem ég ætla að keyra þetta á þá er það hérna prod það ætla að vera alveg eins við ætlum að deploya því frá hérna en við ætlum að bíða eftir því hérna CI to pass þannig að staging verður alltaf í raun það sem er master þó það sem er bugum en master eða production verður alltaf það sem er í raun það sem öll testin keyra og svo ætla ég að deploya bransinu hér þannig að þá er ég komið með eitthvað umhverju núna ég komið með staging og production útgáfu á þessu frábæra forriti mínu já, ég glemdi að deploya master svona ok, skoðum þá þetta hérna já, hérna, keyrum upp appið og sjáum við það er hérna að keyra locally hjá mér þannig ég get byrjað að forrita hérna locally og hér er ég búinn að setja upp Mocha og ég er með watch hérna sem að þá keyrir Mocha og fylgist með ég er búinn að búa hérna til fyrstu útgáfu af þessu hérna layouti ég er ekkert að hugsa HTML núna ég er bara að prófa þetta hérna að keyra svona MVP útgáfu af þessu hérna mjög agile og hérna er ég með eitthvað fall sem heitir quadratic sem ætlar að reikna út í raun ræturnar á annarsstigsformúlunni fyrir mig og ég fæ hérna út eitthvað x1 og x2 og ég ætla síðan að segja það hér en það er eitthvað bilað en þegar við keyrið þetta hérna þá fæ ég eitthvað hérna ok, cannot destructure property x1 þannig að þetta hérna result er í raun undefined þannig að við skoðum hérna ok, þá er bara eftir að returna hérna einhverju úr fallinu sem er að reikna út
Þannig að þá getum við sagt hérna, það er buggur. Við ætlum að skrifa test, þannig að við munum aldrei aftur gleyma því að skrifa return gildi hérna. Og þá ætlum við að slökkva þessu hérna, við ætlum að keyra hérna npm run watch. Það er hérna eitthvað eitt test sem er passing núna. Þannig að ef við skoðum testin okkar, þá er það hérna. Það er bara að vanta testið. Þannig að hérna erum við með þetta. Við erum með forritið sem við ætlum að prófa. Við erum með assertion library sem að gefur okkur svona should syntax. Og svo erum við með Mocha sem gefur okkur þetta describe og it. Þannig hérna ég ætla að segja núna, ok, við erum að skrifa þetta test, quadratic, hérna er 3, 6, minus 105, gefur okkur heiltölulust, const result, og svo er hérna, ok, annars þess jöfnur skil okkur 5 röddum. Þannig að hvernig ætlum við að representa það í API-in okkar? Það er alveg eitthvað sem við þurfum að spá í. Við gætum haft hérna result x1 should equal 45 og should equal hinn á að vera minus 63. Ok, en samt skulum við, já, ok, þá fáum við núna failing test. Þannig að núna erum við komið með hérna, þetta er að klikka, út af því að hérna, þetta er nákvæmlega sama case og er að klikka á vefnum. Þannig að við erum búin að búa til failing test fyrir bugin okkar. Þannig að þá getum við farið núna og skrifa þá hér eitthvað. Ok, við ætlum að skila object sem er þetta x1, x2. Ok, 15 to equal. Ok, nú geti að vera ég hef skrifað eitthvað villst niður. Kostar 15 sér rótum. Get ég ekki leist þetta í hugunum hérna? Ok, ég treysti bara að sé 15 þegar við höfum ekki mikið tíma. Og þetta er Já, ég hef búin að búa til annan bug. Ok, svona. Vel spottað. Ok, þannig núna er komin hérna með passing test. Þannig núna ætla ég að sjá hérna, ok, node one app. Þá get ég submitta þessu. Yay, ég fæ hérna lausnir á formúlunni. Þannig þá get ég farið núna á committað, getur segja hérna, það er búið að breyta þessu hérna, þannig að ég get gert núna git add, git commit, fix no return value from quadratic with tests. Ok, og git push origin master. Og þá sem núna pushum við þessu á hérna GitHub. Þannig að við förum á GitHub og skoðum hérna í repóinu okkar hérna. Þá sjáum við að þetta er í gangi hérna og ef við förum hérna í balansið þá sjáum við hérna að það er pending, running tests. Þannig að núna er ég búin að tengja saman Heroku og GitHub. Þannig að ég víti hér, þá hoppa ég yfir á Heroku og hoppa undir tests flipan hérna og þá sé ég hérna að testin mín keyrðu og þá er hérna test setupið og test útkoman. Þannig að þá sjáum við hérna að þetta keyrði og þá get ég í raun farið síðan hérna í pipeline og þá er hérna verið að builda production af því að það beið eftir CI-dótinu, hitt beið ekki eftir því, það fór bara beint út, þannig að ég geti skoðað það hérna á staging. En núna er ég búinn og nú er ég bara búinn að gefa út, bara við það að pússa, þá gaf ég út nýja útgáfu af þessu. Ok, en svo náttúrulega, þá getum við prófað hérna og þá er komið hérna. Cool, við erum í business. Þetta verður næsta Facebook. Og þannig að þá getum við haldið áfram og þá náttúrulega rifjum við upp hérna, hey, ef við höfum það svona, þá náttúrulega fáum við hérna út, tökum hérna kvadrat og mínustölu. Það er ekki stutt í math square root, þannig að þetta er greinilega buggur. Þá förum við hérna og við ætlum að útfæra það, en við erum bara eitthvað,
ég man ekkert hvernig hérna, imaginary tölur virka, þannig ég ætla að gera þetta í nýju bransi. Imaginary. Þannig nú komin hérna nýtt brans þar sem ég ætla að reyna að vinna í þessu. Einhver annar heldur áfram og ætla kannski að fara að búa til layoutun og þetta eitthvað, gera eitthvað meira fancy við það, en ég ætla að teka með þetta verkefni. Og þá getum við í raun búið bara til hérna it should throw an error for imaginary roots. Ok, þá það fyrir þetta. Þá ætti við þá þurfum við að skoða hérna documentationið, chai throws þá sjáum við hérna þetta kallar þetta BTD style throws, hvernig var það aftur? Throw expect to throw, ok? Þannig að þá getum við sagt að þegar við köllum í þetta fall hérna, þá viljum við segja expect þetta to throw. Þannig að þá ætlum við að gera eitthvað villu sem við síðan grípum í forritun okkar og segjum bara eitthvað, hey, þið erum ekki með stuðning fyrir imaginary tölur. Ok, og þá getum við keyrt aftur hérna what's. Nei. Expect. Hvað þetta? Should. Ok, og gerum við bara svona. Þá notum við þannig að getum við notað þennan syntax. Cannot read property throw of undefined, yes. Já, þannig núna er eitthvað, þannig núna erum við að sjá, við erum að lenda í einhverjum vandræðum að því að það er eitthvað hérna, en ok, throw new error. Það er eitthvað hérna í einhverju klassu, þannig að núna get ég farið að vinna í þessu og segja þessu svo að ég sé núna búinn að vinna einhverja vinnu og ég vil núna bera þetta undir einhvern samstagsfélag minn, þannig að þá get ég sagt git add og ég get sagt bara hérna git commit, message, work in progress, imaginary og ég ætla síðan bara rebasea eða breyti bara þessu commit message þegar ég er búinn og þá get ég pussa núna á origin hérna. Þannig núna er ég hérna í einhverjum vandræðum með testi og ég hérna seti þetta upp og þá get ég farið hérna og gert enable review apps og ég ætla að gera það. Þá er hérna there are no open pull requests og nú ætla ég að fara á GitHub aftur. Hvað er það? Þá er hérna, þá getur ég opna pull requestu hérna og deal with imaginary numbers. Býta pull requestuna og þá get ég núna eitthvað spurt einhvern hérna. Ég get taggað einhvern samstagsfélag minn eitthvað hérna, af hverju er ég að fá þessa villu? Kannt þú á hérna þetta? Og þá sjáum við líka að við fáum tengingu hérna við Heroku. Þannig að við sjáum hérna Heroku CI tests failed. Og þá veit ég að ég er ekkert búinn með þetta þegar ég er ekki með, testin mín er að feila hérna og ég get ítt á detail, fengi testrunnið fyrir þetta pull request og þá er það að keyra hér og þá fáum við villuna hérna. Það eru bara einhverja villur sem er bara það sama við sáum. En núna get ég sendt einhverjum þetta pull request hérna og þá sjáum við líka ok hérna,
þá getum við líka búið til í raun þetta app hér, review app, sem þá útgáfan af þessum kóða sem í mínu bransi. Þannig að ég get verið búinn að breyta, búinn að bæta við einhverju, búinn að brjóta eitthvað, búinn að gera eitthvað mikið overhaul á öllu projektinu og ég get í raun auðveldlega sent einhverjum bara link á það hér. Hér er þetta keyrandi, hér test resultið mitt og hérna í raun kóðinn sem að gera þetta. En þá ég komin með í raun mjög heildstætt ferli fyrir það hvernig ég get verið að vinna með öðrum og byggt upp þetta traust á kóðunum mínum með því að skrifa test og ég væri með eitthvað code coverage þar sem við getum stilt það líka þannig að code coverage mætti aldrei minnka, þannig að það þarf alltaf að vera haldast það sama eða fara upp eftir því sem ég tjekki nýjan kóða og þannig getum við unnið og þetta ótrúlega næs og ég mæli með því að prófa þetta þegar tækifæri gefst.